Velkomin í föstudagsþáttinn. Í kvöld verðum við hér og þar og allstaðar eins og venja er. Við ætlum að byrja á því að fræðast aðeins brauðbakstur. Til mín komin Kristín Aðalsteinsdóttir, velkomin. Þú ert búin að vera að baka brauð og setja á Facebook og það hefur eitthvað mikið gerst. Viltu aðeins kannski byrja því að segja mér hvernig þetta byrjaði? Kannski segir frá því að við fjölskyldan bjuggum út í Noregi í Afdal í 1974 og þar var ekki þetta að hlaupa út í búð og ég byrjaði að baka brauð og síðan hef ég bókstaflega bakað öll brauð heimilisins, ég segi það satt. Þetta er ekkert ný skeið. Nei, og svo gerðist það fyrir nokkru að ég hélt námskeið bara við eldhúsborðið heima hjá mér. Fyrir svona 5 til 6 manns, bara raðaði fólki sem kom, það voru bæði karlar og konur. Ég ætlaði að halda það bara einu sinni eða tvisvar, en það varð 8 sinnum. Bara vegna eftirspurnar. Já, og þá var ég nú búin að fá alveg nóg. En ég átti þessar uppskriftir sem ég hafði gefið þessu fólki og þær lágu bara í tölvunni og í leti og gerði ekki neitt, nema kannski fyrir sjálfa mig. Þannig að mér datt þetta bara í hug að stofna hóp og hugsaði það kannski verða 30-40 manns sem hafa gaman að þessu. Kannski einhverjir sem ekki hafa bakað. En núna, ég athugaði í gær því ég var að koma til þín, að það eru 1492 á síðunni og hún heitir Að baka brauð með Kristínu. Og það eru allir velkomnir að bætast í hópinn. Það er bara að sækja og þú samþykkir. En fólk þarf að sækja sjálft. Það er ekki hægt að sækja fyrir aðra. Nei. En það er nú aukatriði. Að baka með Kristínu, það heitir síðan. Já, Að baka brauð með Kristínu. Og þannig er fólk svolítið að því að nú er ég meðlimur, mér finnst þetta mjög spennandi og ég er búin að prófa að baka. Já. Og þetta er svo hvetjandi, þannig er fólk að setja myndir af afrakstrinum. Jafnvel að segja frá því að það hafi verið að baka í fyrsta sinn á ævinni. Já. Það finnst mér skemmtilegast. Mér finnst það óskaplega skemmtilegt að sjá að fólk sem hefur aldrei þorað að baka, þetta er bara gerbakstur, hefur ekki þorað að baka brauð, það allt í einu getur það og sér hvað þetta verður fallegt en líka gott. Því þetta er náttúrulega mjög holl brauð. Þetta hlýtur að vera valdaeflandi fyrir fólk en koma staðið að það geti ýmislegt. Og þarna ertu með gerbakstur, segiru. Sá ég ekki mynd af snúðum. Snúðar geta náttúrulega verið, snúðar eru gerbakstur. Takt hvort tveggja. En þetta er líka svona sætt. Já, það er lítið en samt. Það má alveg borða sætabrauð einu sinni í viku, bara aldrei oftar. Og svo er þetta svolítið stórar uppskriftir, þannig að það er nú kannski skynsamlegt að frista eitthvað af þessu að því að maður kannski, það er ekki þeim meiri fleiri heimili. Já, ég gerir það. Já, þú gerir það. Og þú komst með smá sýnisón. Ég bæði nú bara mjög stuttum fyrirvara, þannig að þú tókst það á fristin. Það er hérna þiðna. Þetta heitir besta brauðið. Þetta er grófara, ekki? Já, og þetta er vinsælast. Þetta er bara svakalega gott brauð. Og hvað er í því svona sem gerir það svona hollt? Það eru korn og hveiti, en kornið er lagt í bleyti í 3 klukkutíma, en ég legg það stundum í bleyti bara til næsta dags. En af því að það er lagt í bleyti, þá einhvern veginn, ég kann ekki eðlisfræðina bak við þetta, en það geymist betur. Þú getur alveg haft þetta brauð í 3-4 daga. En þetta er það sem ég kalla hversdagsbrauð og það er, skal ég þér segja, það geymist ekki eins vel. En það er óskaplega fljótlegt og einfalt. Og að því ég er að benda á þetta hversdagsbrauð, þá langar maður að segja þér að ég reiknaði fyrir nokkru, þannig ég var stödd í Reykjavík og þurfti að kaupa brauð af sérstökum ástæðum og keypti brauð sem kostaði 565 krónur. Svona bakarísbrauð kannski? Já, það var bara, ég ætla ekki að nefna bakarí, en þetta er bara sennilega venjulegt verð. Og þá gerðist það að ég hugsaði, ef ég kaupi svona brauð á 565 krónur í 3 daga á viku, með svona venjulegt 2-3-4 manna heimili, þá kostar það 85.000 ári. En þetta hversdagsbrauð
Ég baka alltaf 2, uppskriftin fyrir 2 brauð, en 1 brauð kostar 70 krónur. Og ef ég baka það 3 í viku, þá voru það 11.000 ári. Þannig að þetta er gríðarlegur Þá spara ég 73.000 á ári, fyrir utan að flestir baka miklu meira. Já. En nú Þannig að þetta er mikill sparnaður. Nú spyrja kannski einhverja mjög upptöknar, konur og kallar, hvar finnur maður tíma? Hvernig varstu með eitthvað svona, einhverja rútínu í baksturinn? Hvernig gerður þetta? Sko, gott að þú skulle spyrja þessu. Ég hef til dæmis alltaf unnið fullan vinnudag í 50 ár. Já. En ég er náttúrulega hætt að vinna núna. Sko, það segja svo margir, það er svo sinnlegt að baka brauð, það tekur svo mikinn tíma. Eina sem ég segi þá það er betra að vera heima við. Sko, af því að maður leggur í brauðið og það lyftir sér í hálftíma, síðan móta maður brauðið og það lyftir sér aftur í 20 mínútur og svo bakar maður það í 30 mínútur. Þannig að þetta er bara spurning viðurinn að vera heima hjá sér. Já. Allir fólk náðu því ekki alveg að vera í 1,5 tíma kannski heima hjá sér. Já, það er nú verra. Já, það verður að vera ekki. Já. Þannig að þetta hefur alltaf gert með þinni fullri vinnu, alltaf sett í brauð. Hefur gert það á kvöldin eða mótnana? Sko, það hljómar svo hryllilega, sérviskulega, en ég hef bakað öll brauð síðan 1974. Ég hef eiginlega ekki keypt brauð. Það er alveg magna. En ég hef óskaplega mikla ánægju að vera í eldhúsinu. En maðurinn minn hefur alveg keypt rúgbrauð og eitthvað svona, það hefur komið fyrir. Og mér finnst bara ágætt að smakka það. Þetta er ekkert svo heilagt. Nei, ekki þannig, sko. Hann er ekki rekinn út með það. Nei. En þessi síða, uppskriftirnar sem eru komnar þar, hvað það margar heldurðu? Þær eru 17. 17 uppskriftir? Já. Og þetta er allt svona mismunandi þá innihald, en kannski svipuð aðferð. Já, aðferðin er eiginlega alveg svo sama. Já. En það er líka þarna inni svona hugleiðing mín brauðbakstur og svo er mjög nákvæm lýsing á aðferðinni. Já. Og hvað er annað? Það er eitthvað, það þriðja sem að... Þetta er alltaf inn í skrár. Já. Þannig að fólk finnur kannski ekki uppskriftirnar þegar að skrolla niður síðuna, þá er það í skrám, þá getur það fundið. Þetta er náttúrulega tölvunni og þar er til dæmis sko síðuna, meðlimi, eitthvað, það er svona listi yfir. Innlegg og myndir og eitt og annað. Og þar er eitt sem heitir skrár, eða á ensku, ef fólk er með þetta á ensku, files. Svoleiðis að það er bara að opna það. Já, það er koma uppskriftirnar. Já. Besta brauð og hversdagsbrauði, það eru kannski vinsælustu uppskriftirnar. En hvað ertu svo með meira að við fáum að þess að heyra? Sko, fólk hefur líka beðið, áttu uppskrift af þessu eða hinu og til dæmis einn gamall nemandi minn, hann bað uppskrift af hveitibrauði og þá setti ég það inn. Og það getur bara einstaklega sinnum verið ágætt hveitibrauð, bara hreint hveitibrauð. Það eru snúðar og það eru bollur. Það er eitt sem enginn hefur notað og það eru bolludagsbollur. Og það er uppskrift af þeim þarna og það eru bestu bolludagsbollur sem hægt er að hugsa sér. Ég fékk þetta frá norskri vinkonu minni og þær eru alveg bara svakalega góðar. Hvað er svona sérstakt? Er það eitthvað krydd eða bara aðferðin? Já, hvað er svona sérstakt við þær? Kardemommudropar? Það eru kardemommur í þeim. En ég veit ekki, það er eitthvað sérstaklega, þær eru mjög léttar, þær eru til og með ekki hnoðaðir í seinna skiptið, heldur bara tekna með skeið og það er svona eitthvað. Verða svona loftkendar og... Já. Þær eru eins góðar og eins og bollur geta verið. Hvað er bara vatn í munnin. Ég maður þegar ég bjóð í Svíþjóð, þá var oft verið að setja svona marsipan inn í bolludagsbollurnar og alls þess eitthvað. Já. Mikið namið gott. Já. Þetta var aldeilis skemmtilegt og voðalega gott brauðið þitt. Takk fyrir að þú skildi koma í þáttinn. Og við bara segjum fólki að það er alveg óhætt að bætast í hópinn þinn að baka með Kristínu og prófa að segja áfram, þó maður hafi aldrei bakað. Má kannski segja að ég hef rosalega lítið fyrir þessu. Þetta er ekkit bilað álag á þér? Nei. Gott. Takk kærlega fyrir komuna. Já, takk fyrir.